Komið þið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 14. júní. Það leikur allt á reiði skjálfi í pólitíkinni hérna heima. Það verður ekki ofsögum sagt. Og við vitum ekki hvernig þinginu mun ljúka, eldhúsdagsumræður hafa gengið sína leið, en núna erum við að sjá fleiri og fleiri mál koma upp þar sem að ráðherrar lenda í hár saman. Matvælaráðherrann gaf loksins út hvalveiðileyfi eins og henni bar lög og samkvæmt, en margt bendir til þess að hún hafi dregið lappirnar allt og lengi í því að gefa út þetta sama leyfi. Hafa menn velt vöngum yfir því, jafnvel út frá orðum forsætisráðherrans, að ekki hafi verið fylgt lögum og reglum varðandi þessa ákvörðun. Þetta mun hafa afleiðingar og við sjáum það á forsíðu Moggans núna í morgun að Miðflokkurinn boðar vantraust á matvælaráðherrann í komandi viku. Það verður spennandi að sjá hvaða þingmenn í stjórnarliðinu og utan þess munu styðja slíka tillögu. En það eru fleiri mál og nokkuð óvænt sem að rata á borði ríkisstjórnarinnar. Sigurður Ingi Jóhannsson, sem nú orðið fjármálaráðherra, hann sendi bréf til lögreglunnar með tilmælum að menn ætti að rannsaka og skoða nánar netsölu með áfengi sem hefur vaxið hröðum skrefum að undanförnu. Það var til þess að dómsmálaráðherrann Guðrún Hafsteinsdóttir sendi bréf og pillu leið á fjármálaráðherrann það að ákæruvaldið og lögreglan væri sjálfstætt í sínum störfum og að það væri ekki heppilegt að ráðherrar væri að hlutast til starfsemi þessara mikilvægu stofnana. Þannig hafa þingmenn sem að meðal annars hafa reynslu innan úr þessu kerfi sagt að það sé óþolandi að ráðherra hafi gengið fram með þessum hætti og við munum sjá hvort að þetta hafi afleiðingar inn í stjórnarsamstarfinu á komandi vikum, en reyndar bendir mjög margt til þess að þessi stjórn hafi ákveðið að lafa út kjörtímabilið fram á næsta haust. En það eru fleiri mál sem að við stöndum frammi fyrir. Á mánudaginn verður íslenska lýðveldið 80 ára 17. júní. Og núna í kvöld EM að hefjast líka. Við Íslendingar tökum, þar sé EM í fótbolta, við Íslendingar við ætlum ekki að taka þátt að þessu sinni, það einfaldlega vegna þess að við komumst ekki á mótið, en við áttum 2 skemmtilega vináttulandsleiki í liðinni viku, eða á síðustu dögum. Englendinga lögðu við nokkuð auðveldlega 1-0, en svo mættum við Hollendingum í Rotterdam og ég var svo heppinn að mæta á þann leik og fylgjast með honum. Heppinn og ekki heppinn. Feyenoord-völlurinn auðvitað mjög skemmtilegur en það var ekki gaman að sjá hollendingarna valta yfir landsliðið okkar. Það verður hins vegar mikil fótboltaveisla framundan og þið megið vera viss það að Morgunblaðið og mbl.is munu fylgja því máli vel eftir. Hér eftir örskamma stund, Þorsteinn Pálsson, fyrrum forsætisráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins, hann ætlar að fara yfir fréttir vikunnar með mér. Það er auðvitað í pólitíkinni, bæði hér heima og erlendis. Og þegar að við höfum lokið þeirri umræðu, þá kemur hingað Dagur B. Eggertsson fyrrum borgarstjóri og við ætlum að ræða ýmis álitamál tengjast embættisfærslu hans sem borgarstjóra á síðustu árum. Fylgist þið vel með. Herragarðurinn klæðir þig vel. Frisco, 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 Frisco. Frisco, 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 Frisco. Nóa Kropp, brakandi snilld. Hjá Kólumbusævintýraferðum leggjum við áherslu á góða fararstjórn og skemmtilega upplifun. Umfram allt viljum við uppfylla væntingar okkar ferðalanga þannig að þið njóti ferðana með eftirminnilegum hætti. Við förum víða. Kólumbus ævintýraferðir. Komið sæl aftur. Þá hann kominn hingað til mín Þorsteinn Pálsson og ég veit eiginlega ekki alveg hvernig ég á að kynna hann inn því að svo margir hafa titlarnir á langri vegferð verið. Forsætisráðherra, formaður Sjálfstæðisflokksins, dómsmálaráðherra, kirkjumálaráðherra, sjávarútvegsráðherra, sendiherra og ritstjóri, svo fátt eitt sé nefnt, svona til að rifja upp langan og farsælan feril. Velkomin Þorsteinn. Takk fyrir. Ég taldi ástæðu til að fá þig hér í fréttir vikunnar vegna þess að það einhvern veginn tengjast allar með einhverju móti þessari vegferðinni sem að ég taldi hér upp svona snögglega upphafi. Já, það er. Þú varst nú lengi sendiherra í Bretlandi og fylgist vel með þeim málum og í Evrópu raunar allri. Mér langar til að byrja á því að ræða þessar Evrópuþingskosningar sem að virðast svona draga mikinn dilk á eftir sér í pólitíkinni. Í Frakklandi ekki síst en
en víðar raunar líka. Hvernig blasir þetta við þér? Já, það nú kannski fyrst og fremst í Frakklandi sem áhrifin eru svona mikil, menn áttur endar vona því að það yrði meiri sveifla í fleiri löndum til svona hægri öfgaflokka, en það gerist fyrst og fremst í Frakklandi og svona miðjubandalagið á Evrópuþinginu það heldur, kristilegir demókratar í Þýskalandi auka við fylgi sitt. Það engin sveifla af þessu tagi á Norðurlöndum. Þannig að þetta svolítið einangarað við Frakkland. Ítalía svolítið öðruvísi, forsætisráðherra þar hefur sveigt af upphaflegri leið og núna miklu meiri málsvari Evrópusamstarfs og evru en menn áttu von á þegar hún byrjaði. En á það ekki einnig við Le Pen í Frakklandi? Það á raunar við eiginlega alla þessa flokka að eftir Brexit þá hafa þeir skipt skoðun. Og Brexit virðist hafa kennt þeim þá leksíu að það sé ekki til vinsælda fallið þannig að þeir hafa breytt skoðun að þessu leyti. En í því ljósi eins og þegar maður skoða stefnu Le Pen og reyndar Meloni líka, rétt að nota þessa stimpla á þessa flokka, þetta séu hægri öfgaflokkar, ég kannski teka AfD í Þýskalandi út fyrir sviga í þessu sambandi, en Le Pen hefur til dæmis aukið mjög við fylgi sitt bæði með því að tala fyrir auknum ríkisafskiptum, hún ekki að tala fyrir því að lækka skatta og hún hefur dregið úr svona þessum kannski harðasta áróðri sínum í innflytjendamálum. Já, ég held að öfgarnar að þær hafi komið fram í Ungverjalandi og Pólandi og hættan af því að flokkar af þessu tagi grafi undan lýðræðinu með því að þrengja fjölmiðlum og dómstólum. Og það hefur vissulega gerst í þessum tveimur ríkjum en virðist ekki vera að gerast á Ítalíu þannig að það alveg rétt hjá þér að það ekki hægt að hafa sama stimpilinn á þeim öllum enda geta þeir heldur ekki unnið saman. Nei. Þannig að þeir eru margklofnir og það þess vegna ekki hægt að nota eitt stimpil alveg á alla. Nei. Macron tekur þessa skyndi ákvörðun að boða til þingkosninga en við erum líka búin að sjá sviptingar til hægri eins og í Hollandi þar sem Geert Wilders náði miklum stuðningi í síðustu þingkosningum. Hvað heldur að gerist í Frakklandi núna í lok þessa mánaðar? Heldur að þetta séu klókindi sem að borgi sig fyrir Macron eða mun að sitja uppi með svartapétur? Lesist Le Pen eða hennar fylgifiska? Já, manni sýnist að það sé svona fremur ólíklegt að hann nái meirihluta í þinginu. En það getur samt verið klókt að leika þennan leik. Það getur verið klókt að láta Le Pen sitja uppi með ábyrgðina næstu 3 árin. Hann hafði hvort þið ekki meirihluta, var í erfiðleikum með að fá stuðning frá flokkum til þess að koma sínum málum í gegn, þannig að það kann vel að vera að þetta verði talinn klókur leikur þó að hann vinni ekki. En þá væntanlega út frá þeirri forsendu að Le Pen og hennar flokksmenn mun ekki ná tökum á þeim aðstæðum sem eru í ólestri í Frakklandi þessar mundir. Já, ganga út frá því þá? Já, auðvitað hafa menn trú á því að þeirra sjónarmið séu betri og sjónarmið hinna séu lakari og það muni komið ljós út af það gengur auðvitað pólitík. Svoleiðis spádómar gangi ekki alltaf upp, hvorki þessum kosningum né öðrum, en út af það gengur auðvitað pólitík að menn hafa trú á sínum málstað og minni trú á málstað andstæðingarna. Já. En þessir flokkar sem hafa verið skilgreindir sem populistar AfD, þó að kristilegir demókratar bæti við sig í Evrópuþingskosningunum, þá AfD gerir það sannlega líka. Olaf Scholz og sósíalistarnir þeir gelda afhroð í kosningunum. Þetta þróun sem hefur náð að hápunkti eða munum við sjá uppgang þessara afla eins og stundum eru nefnd en frekar á komandi árum í þingkosningum, forsetakosningum og öðru slíku? Ég er ekki viss um það. Þú sér það í Hollandi að þá
fara þeir svona, þá minnkar þessi sveifla sem þeir náðu í síðustu þingkosningum bara fyrir nokkrum mánuðum. Það engin hreyfing í þessa átt á Norðurlöndum. Þvert á móti voru flokkar af þessu tagi að tapa í kosningunum núna. Já. Þannig að ég ekkert viss að þetta sé upphafað einhverju öðru meira. Ég held að það sé svona bara þokkalegt í jafnvægi í evrópskri pólitík. Augljóslega mikil vandamál í Frakklandi en þannig stöður koma alltaf upp öðru hvoru. Og manni sýnist það nú að vera saga Frakklands meira og minna, allavega á 20. öldinni. Já, ég meina, við þekkjum auðvitað líka tímabil þar sem hafa verið svona langvarandi stjórnarkreppur í raun og veru. Já. Og það kemur auðvitað fyrir í flestum ríkjum að það koma þannig tímabil. Já. Í Bretlandi, sem að núna stendur, eins og við vitum, utan Evrópusambandsins, standa menn í stórhæðum. 4. júlí ætla menn að ganga þetta þingkosninga nokkuð óvænt. Þú bjóst nú lengi í London og varst í samskiptum við stjórnarherrana sem það réðu ríkjum á þeim tíma. Er þetta ekki algjört feigðarflan hjá Rishi Sunak að boða til kosninga þegar við lítum til mælingana sem hann hafði áður en að tekur ákvörðunina og síðan ljósið þróunar síðan þar sem að popúlistinn Farage að, ég leyfi mér að segja, ekki allt vitlaust? Já, það eru flestir sem líta svo á að hann hafi gert mistök, sérstaklega í hans eigin flokki. En ég held að við erum að hafa í huga að hann með margklófinn flokk, þríklófinn flokk að minnstakosti og það dregur úr trúverðugleika ríkisstjórnar þegar að baklandið klofið og hóparnir ganga í gagnstæðar áttir. Það kæmi mér ekki óvart að hann hafi hugsað dæmið að þó að hann eigi von á betri hagtölum í haust, þá hafi hættan af því að missa trúverðugleika af þessum ástæðum, klofningnum í baklandinu, verið hættulegri heldur en að bíða eftir betri hagtölum. Og þess vegna hafa hann ákveðið að höggva á hnútinn og fara í kosningar strax. Í hverju birtist þessi? En hvort að það skili árangri svo annað mál. Það nú ekki mikla líkur til þess að þeir vinni þessar kosningar. Í hverju birtist þessi klofningur baklandsins og útskýrir það fyrir áhorfendur? Já, það auðvitað þannig að það eru öfl lengst til hægri sem vilja loka Bretlandi meira, þeir sem voru í fylkingabrjósti fyrir Brexit. Það eru aðrir hópar í íhaldsflokknum sem vilja opnari og meiri samskipti við aðrar þjóðir, menn greinir á það í flokknum hversu langt á að ganga að lækka skatta og án þess að skera niður útgjöld. Og þessi klofningur hefur verið augljós mjög lengi og var auðvitað mjög djúpur eftir Brexit. Sir Keir Starmer, hann nú ekki, maður getur ekki haldið því fram að hann sé mikið sjarmatröll, en hann hefur unnið á eftir að hafa tekið við flokki sem að var í raun og veru rústir einar. Eru líkur á því að hann siglið þessu bara örugglega í höfn, eða eru einhverja líkur á að Farage geti einhvern veginn hrist hann upp úr þessu að spilin lendi öðruvísi á borðinu heldur menn gerðu ráð fyrir? Já, ég held að minnir að Economist hafi sagt í fyrra að hugsanlega væri tími leiðilegu stjórnmálamannanna komin aftur. En honum hefur allavega tekist að skapa trúverðugleika í kringum flokkinn. Og það allar líkur á því að hann nái hreinum meirihluta, en eins og þú segir þá mikil undiralda og hvert Farage getur leitt mál á þessum stutta tíma sem eftir það bara opin bók. Og hann algjörlega óútreiknanlegur. Já, sjálfsögðu hann orðinn það, og það auðvitað
mjög merkilegt eins og kom fram í gær að í fyrsta skipti er hann með færan skoðanakönnun þar sem hann er stærri en íhaldsflokkurinn. Það eru náttúrulega gífurleg tíðindi í breskri pólitík. Já, og hleypir eiginlega málunum bara út af fyrir sig í loftu upp. Já, en auðvitað vegna einmenniskjördæmanna og það er ekki hlutfallskosningar að þá er alveg óvíst hversu mörg þingsæti hann fær út á þetta fylgi. Já. En það sýnir svona landslagið og hvernig fólk er að hugsa. Þetta einmenningskjördæma kerfi, er þetta sanngjarnt og gott eða er þetta ósanngjarnt? Já, það er á vissan hátt ósanngjarnt. En það er sanngjarnt að því leyti að kjósendur hafa meiri tækifæri til þess að kjósa hvaða ríkisstjórn þeir fá. Og það er auðvitað hluti af lýðræðinu að kjósendur viti hvers konar stjórn þeir fá með atkvæði sínu. Og það er auðvitað bara kosturinn við þetta kerfi, en hinn gallinn er auðvitað sá að það skilar ekki fulltrúum inn á þing í hlutfalli við skoðanir fólksins. Nei. Á Norðurlöndum hafa flokkar leyst þetta með því að mynda blokkir og með því að kjósa einhvert flokk hægra megin eða einhvert vinstra megin menn að kjósa ákveðið stjórnarmynstur. En hér vita menn bara akkúrat ekki neitt hvað er að kjósa. Menn vita ekki hvert lóðin lenda varðandi vogarskálina. Nei. Í því sambandi langar mig til að færa talið að íslensku pólitíkinni. Þar held ég að Vinstri grænir hafi, eða það er að segja stuðnir sem Vinstri grænir hafi ekki búist við að þeir var að kjósa þá stjórn sem að þeir sitja uppi með núna og heldur ekki stuðnir sem að Sjálfstæðisflokksins á sínum tíma. Ég hef þó að þetta samstarf hafi verið endurnýjað. Það virðist vera núna, og reynda var það áður en að Katrín Jakobsdóttir vék úr stóli forsætisráðherra, en ekki síst eftir að hún fer að vettvangi og Bjarni Benediktsson tekur við, að það sé allt í háa loft á stjórnarheimilinu. Já, mínum mati er nú langt síðan að erindi þessarar stjórnar var búið og það lá alveg fyrir. Hvenær var það? Já, það var bara fljótlega eftir að stjórnin var endurnýjuð eftir síðustu kosningar. Ég held að staðan hafi verið þannig 2017 að það var ekki raunhæft að mynda annars konar stjórn. Bara spilin lágu þannig. En eftir kosningarna 2021 þá var Sjálfstæðisflokkurinn 2017 gat Katrín Jakobsdóttir bara ráði hvernig ríkisstjórn var mynduð. En það voru eiginlega ekki raunhæfir aðrir kostir en þessir. Eftir kosningarna 21 gat Sjálfstæðisflokkurinn ráðiði og hann bara kaus að velja samstarfið við VG umfram aðra flokka og það hlýtur að hafa verið af því að þingmennirnir hafa metið það svo að þeir næðu meira fram í slíku samstarfi en við Viðreisn og Samfylkingu. Og það er auðvitað bara pólitískt mat. En ég held að það hafi komist bara á daginn mjög fljótlega eftir að stjórnin var endurnýjuð þá, að hún hafði ekki erindi, það var ekki grundvöllur til að miðla málum. Málamiðlarnir hafa falist í því að stoppa mál hver fyrir öðrum. Og reyndar núverandi formaður VG sagði það í upphafi þess kjörtímabils að það var í aðal árangur VG að hafa stoppað mál Sjálfstæðisflokksins. Þetta kom kannski bersýnilegast fram við þinglokin í fyrra sumar þegar að þingið var sent í sumarfrí án eiginlega nokkurra niðurstöðu. Já, mjög. Það tókst að stoppa öll mál. Mjög augljóslega. Já. Og þannig að ég held að þetta sé bara hlutur sem blasir við og hitt sem er athyglisvert í pólitíkinni núna er það að 1,5 ári fyrir kosningar þá liggur fyrir að það verður ekki kosið þessa stjórn. Já. Hún er farin, þeim dettur ekki eins og í hug sjálfum að bjóða upp á þessa stjórn. Nei. Og á hinn bóginn liggur fyrir að eins og skoðanakannanir eru núna að Samfylkingin mun ráða því hvernig stjórn verður mynduð. Og það sem mér finnst vanta í umræðuna núna er raunverulega þetta
hvers konar stjórn ætlar hún að bjóða upp á. Heldurðu þá í raun og veru að það sé ekki von á því að stjórnin springi núna og það komist mikil hreyfing á fylgið? Heldurðu að þessi stjórn lafi þrátt fyrir þessar ofboðslegu innantökur? Já, ég er nokkuð viss það. Ég held að samstarfið hefði ekki verið endurnýjað þegar að Katrín Jakobsdóttir fór, nema að í því hafi falist ákvörðun þeirra allra að sitja út kjörtímabilið. Þau vissu af kvalamálinu, þau vissu af öllum þessum erfiðum málum og þau vissu að það væri engin möguleiki fyrir þau að ná saman þau með einhverjum skynsamlegum hætti, en þau bara ákveðu samt að sitja og ég held að svo ákvörðun hljóta að standa. Geta menn handsalað loforð slíkt og sagt við munum bara sitja hvað sem á gengur? Ég veit nú ekki hvernig það en ég held að menn hljóta að hafa gengið út frá því. Menn sáu öll þessi mál, menn vissu öll þessi mál, þau eru ekkert að koma mönnum á óvart núna. Og fyrst þeir taka þessa ákvörðun að endurnýja samstarfið svona og án þess að semja þessi mál, já þá eru þau að taka ákvörðun að láta reka á reiðanum og taka það fram yfir að sitja. En Bjarni gaf það út, Benediktsson, þegar að stjórnin var mynduð eftir brotthvarf Katrínar, að það yrði lögð áherslu á ríkisfjármálin, útlendingamálin og síðan mál sem að varða orkumálin. Og svo þegar maður fylgist með því hvað þingið að gera, hvernig sérstaklega þingmenn Vinstri grænna láta, að þá ekki einsýnt það að þessi mál ná í gegn núna fyrir þinglokin í sumar. Nei, mér finnst nú líklegt að breytingar á útlendingalögunum nái fram að ganga og ég held að það sé nú svona býsna breið sátt meginatriðin í því. Ég held að það sé ekki stór ágreiningur við helstu flokkana í stjórnarandstöðu. Þannig að það er svona held ég bara mál sem mér finnst líklegt að nái fram. En ég meina ríkisfjármálin, það hafa bara verið lausatök núna í heilan áratug í ríkisfjármálum og það var engin von til þess að á síðustu metrónum yrði einhver breyting þar á. Það er ekkert sem bendir til þess miðað við þau mál sem að fara í gegn, þá að stofna hér nýja mannréttindastofnun og það á að tvöfalda listamannalaun og hvaðina, þetta virðist vera bara konfektkassi, ekki síst fyrir Framsóknarmennina. Já, það hefur ekki verið svo hugsun við fjármálastjórn ríkisins mjög lengi, það hefur verið halli á ríkissjóði mjög lengi. Og það hefur bara svo hugsun hefur ekki verið að það skipti máli að hafa afgang á fjárlögum. Bjarni Benediktsson var nú hér í síðustu viku og hann sagði að þetta allt í lukkuna velstandi því að skuldirnar og skuldahlutföllin eru betri og við erum að vaxa út úr þessu og hlutdeild skattlagningar er að minnka miðað við stærð hagkerfisins. Já, ég meina það er margt til í þessu og það er rétt hjá honum að við erum með tiltölulega lágt skuldahlutfall. En vandi ríkissjóðs er ekki skuldahlutfallið heldur greiðslubyrðin. Við erum að borga þrefalt hærra hlutfall á þjóðarframleiðslu í vexti heldur en nágrannaþjóðir okkar gera. Það þýðir að það þrengir meira okkar velferðarkerfi. Við getum ekki tekið jafn mikið lán til að mæta sveiflum eins og grannþjóðirnar út af vaxtastiginu. Hagvöxturinn hann hefur verið býsna mikill, menn hafa hælt sér af því, á móti kemur að hann er auðvitað orsök fyrir verðbólgu sem menn hafa ekki ráði við. Og þannig að það stangast nú svolítið, sko raunveruleikinn stangast nú talsvert á í þessum efnum. Og núna er þannig komið að það er samdráttur í þjóðarframleiðslunni, allverulegur á fyrsta ársfjórðungi og samt er verðbólgan þetta há og vextirnir þetta háir. Okkar grundvallar vandi er sá að við erum
viðvarandi með hærri verðbólgu og hærri vexti en grannþjóðirnar og það líka skekkja í okkar hagkerfi að við erum með meiri gjaldeyrishöft en aðrar þjóðir, við erum með rúmlega heila þjóðarframleiðslu í gjaldeyrishöftum með því að takmarka fjárfestingar lífeyrissjóðanna. Þetta skekkir verðmyndun á krónunni, þetta skekkir mjög fjármunamyndun í atvinnulífinu, það meira af skattpeningum í íslensku atvinnulífi en hjá öðrum vestrænum ríkjum og fer vaxandi. Og en þetta ekki óhjákvæmilegt í jafn litlu og dýnamísku hagkerfi okkar? Þú berð okkur saman við eins og í Norðurlöndin en hér hefur hagvöxtur og í raun og veru raunlaunaaukningin verið miklu meiri á síðustu árum heldur en í þessum samanburðarríkjum. Já, ef þú reiknar hagvöxt á mann, þá kemur allt annað út. Hagvöxturinn hefur byggst á því að við höfum fjölgað fólki miklu hraðar en aðrar þjóðir í grennd við okkur og það sem skiptir okkur máli það hvað hagvöxturinn á mann eykst mikið og það hefur verið fyrir neðan, þar höfum við verið fyrir neðan meðaltalið í OECD, gott ef við höfum ekki bara verið lægst í OECD á undanfarnum árum. Það eru þetta með stóran hóp fólk sem að kemur hér tímabundið og hverfur út úr jöfnunni aftur. En það breytir ekki því að það er það sem við höfum til skiptan á hvern og einn. Og þannig að þetta eru viðfangsefni og skekkjur sem við þurfum að takast á við í okkar hagkerfi að mínu mati með mjög svipuðum hætti og þegar við þurftum að brjótast út úr fjölgengiskerfinu og gjaldeyris og innflutningshöftunum á sínum tíma. Við erum ekki með fjölgengi en við erum með fjölmyntakerfi. Það engin þjóð með flókið gjaldmiðlakerfi og við. Við erum með þessar hefðbundnu gengisfellanlegu krónu. Svo erum við með verðtryggðu krónuna sem lítur allt öðrum lögmálum og ógengisfellanleg. Og svo erum við með alla útflutningsframleiðsluna sem starfar í erlendum myntum. Ég held að sé ekki þjóðfélag ekki vestrænt þjóðfélag sem með jafn flókið gjaldmiðlakerfi. Við erum orðin ansi flinki að stjórna okkar málum með þeim hætti, hagtölurnar og velsældin hér vitnar það. Það vissu og auðvitað er það rétt að íslenskur þjóðarbúskapur er mjög sterkur. Við vorum líka með gott þjóðfélag eftir seinni heimsstyrjöld, en við töldum samt að við getum gert betur með því að brjótast út úr haftakerfinu og fjölgengiskerfinu. Þannig að það er auðvitað spurning það og að skapa hér meiri stöðugleika og líka innbyrðis réttlæti vegna þess að það er ekki til langframa hægt að segja að sumir í þjóðfélaginu eiga að búa við hagstæðari skilyrði á fjármálamarkaði en aðrir. Þannig það nú reyndar í öllum þjóðfélögum? Já, menn hafa mismunandi, eru mismunandi vextir eftir því hvað menn að gera, en menn starfa ekki í mismunandi í þremur ólíkum gjaldmiðlum. Já, menn gera það nú reyndar eftir því hvort það séu það eru til að mynda engin rök fyrir því að bóndi í Landeyjum þurfa að borga þrefalt hærri vexti þegar hann byggir sér fjós en útvegsbóndi í Vestmannaeyjum þegar hann byggir sér frystihús. Jú, það eru reyndar mjög sterkur rök fyrir því. Annar þeirra hefur tekjur í erlendri mynt og hinn ekki. Það er auðvitað það er ástæðan fyrir mismununum en það réttlætir ekki mismunin. Af hverju tryggjum við ekki öllum sömu aðstöðu? Ég held að flestir séu þeirrar skoðunar að það verði að jafna þennan aðstöðumun bændana og þá gerum við það með því að leggja á skatta og borga einhvers konar vaxta bætur til bændana, millifærslukerfi. Hin leiðin er miklu skynsamlegri að afnema millifærslunar og gefa mannum tækifæri til þess að starfa
á sama grundvelli. Ef það- Þetta spurning hugmyndafræði, Ef það- vilja menn millifærslur og skatta eða almenna hagstjórn. Ef það er mögulegt í þessum afskaplega ólíku greinum með ólíkar undirstöður. Mér langar til þess að fara aftur að pólitíkin í þinginu, ekki þessa pólitík sem ég veit og hefur þó mikinn áhuga á. Það var það hvalveiðarnar, af því að þú varst nú sjávarútvegsráðherra langt árabil. Og leyfðu ekki hvalveiðar. Leiður ekki hvalveiðar, en nú erum við með þetta hnútukast milli þingflokkana og í raun og veru atvinnulífsins og þingsins hins vegar. Hvernig blasir þetta við bara út frá löggjöfinni sem við búum við og eiginlega aðstöðu fyrirtækja sem að telja sig að geta stólað á atvinnufrelsi á grunni þeirra sömu laga? Já, ég er ekki alveg viss að ráðherrann hafi sagt að hún hafi ekki átt neittra annarra kosta völ. Ég hefði haldið að það væru til málefnaleg rök að stöðva hvalveiðar, en það verður auðvitað að gera það með málefnalegum hætti og eðlilegum fyrirvara. Ég held að sé engin vafi að ráðherrann hefur í það minnsta brotið málsmeðferðarreglu stjórnsýslunar og dregið þetta of lengi. Er það alvarlegt mál? Það er auðvitað mjög alvarlegt mál og það er, en hvaða ástæða lá þar að baki? Er það ekki og niðurstaðan ekki í mínum huga geta verið tvær ástæður. Önnur ástæðan er svo að ráðherrann hafi bara talið, eða ríkisstjórnarflokkarnir hafi talið hyggilegt að draga ákvörðunina fram yfir forsetakosningar. Það kann að vera skýring, en það er jafn ólögmætt fyrir það. Það er ekki málefnaleg ástæða. Hin ástæðan kann að vera svo að hún hafi viljað gera hvort tveggja að leyfa veiðarnar og komi veg fyrir að af þeim yrði. Og það tókst henni sannarlega. Og sennilega er það nú skýringin. En þetta, í mínu mati er þetta bara eitt dæmi. Þetta er bara stjórnarflokkarnir leysa mál sín á milli með þessum hætti. Þetta er bara eðli stjórnarsamstarfs af þessu tagi. Og menn bara verða að kaupa það þessu verði. Nú hefur Miðflokkurinn boðað, eins og kom fram á forsíðu Morgunblaðs í morgun, vantraust á Bjarkeyju Olsen. Og við vitum það í þingflokki Sjálfstæðismanna. Ég nefni Jón Gunnarsson, Ólafur Björn Kárason, Teitbjörn Eyrnason sem er nú í Norðvesturkjördæmi og mun sennilega berjast oddvitasæti þar fyrir næstu kosningar. Eru þetta menn sem eru líklegir til þess að verja þennan ráðherra vantrausti eftir þessa meðferð á hvalháfi? Já, það eru bara fordæmi frá því fyrra, þá framdi þáverandi matvælaráðherra ekki minni brot við útgáfu eða hvalveiði í bannið sem þá gilti tíma. En það er ekki fordæmi því að hún veiktist alvarlega og það vantrausti var afturkallað. Það bara lágu fyrir að þingmenn Sjálfstæðisflokksins ákváðu að þetta skildi ekki hafa neinar afleiðingar. Og það er bara ákvörðun sem liggur fyrir og ég sé ekki að þær aðstæður hafi breyst á neinn hátt. Ég hef ekki trú á því að þeir fara að fella þessa ríkisstjórn í næstu viku. Rétt í lokin langar mig til að spyrja svona út frá pólitíkinni. Haldi stjórnin velli í gegnum sumarúðin og haustið inn á árið 2025? Hvaða verður þetta samstarf keypt fyrir flokkana? Nú mælast Vinstri grænir varla. Sjálfstæðisflokkurinn er í sögulegu lágmarki 18%. Framsókn búin að halvera fylgið hjá sér. Botninum er ekki náð ef að lausatökin og átökin innbyrðis verða með þeim hætti sem við horfum upp á núna. Já, hún situr ekki sem venjuleg ríkisstjórn til þess að leysa mál. Það vitum við. Og það er bara spurning hvað einstakir flokkar gera til þess að styrkja sína stöðu innan ríkisstjórnar samstarfsins fyrir næstu kosningar. Ég hygg að VG muni ganga býsna langt í því og það er þannig að
og ég hugsa að það hafi svolítið bitnað á VG að flokkur forsætisráðherra þarf jafnan að gefa meira eftir. Og hann kann að þurfa að gera það upp við sig að hann gefur ekki eftir að þá rofni samstarfið og stundum bara betra að það gerist en í annan tíma vilja menn heldur sitja og láta gefa eftir en flokkur forsætisráðherra yfirleitt í þessari stöðu hann þarf að gera meira eftir og ég held að VG hljóti að nýta sér það til að ganga feti framar en þau hafa gert fram að þessu og styrkja þannig stöðu sína og þau eru þá fyrst og fremst að ná atkvæðum frá Samfylkingu og þá spurning hvernig hún bregst við því til að halda því fylgi. En þú þá spáði að Sjálfstæðisflokkurinn muni missa enn af fylgi sínu ef að Bjarni þarf að lengja í tömnum á komandi misserum? Það getur farið eftir því á hvaða sviðum það er. Miðflokkurinn hefur verið að taka til sín atkvæði mest út af innflytjendamálum. Mér sýnist vera komin meiri ró yfir þau mál þannig að ég er ekki vissum hvað miðflokkurinn hefur mikið að segja í Sjálfstæðisflokkinn ef það mál verður afgreitt. Þannig að það er ekkit víst að hann tapi miklu meira yfir til miðflokksins þó að þetta gerist. Ég held að sú barátta verði fyrst og fremst á milli VG og Samfylkingarinnar þau vinstri atkvæði sem Samfylkingin hefur náð til sín. Það kemur í ljós í sumar, eða jafnvel á næstu 2 vikum, hvort að þú reynist sannspár líf þessarar ríkisstjórnar. Við sjáum til með það, en þakkaði kærlega fyrir komuna til okkar hér í Spursmál, Þorsteinn Pálsson. Takk kærlega. Við ætlum að venda kveð okkar í kross, en þó ekki meina svo að við fáum annan öflugan stjórnmálamann hér í settið til að ræða annars konar pólitík, borgarmálin. Dagur B. Eggertsson hér handan við hornið. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Já, 10 ár. Hægt og rólega 1 ár í senn og engar áhyggjur. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir. Komið þið sæl aftur. Hingað í Spursmál kominn Dagur B. Eggertsson, fyrrum borgarstjóri og formaður borgarráðs núverandi. Ennþá virkur í borgarmálunum og það er full ástæða til að taka stöðun á honum í núverandi ástandi. Er það ekki rétt, Dagur? Það heldur áfram að gusta þig þó að þú sért farin úr hinu háa embætti? Já, og ég er ekki alveg hættur, en þetta er búið að vera fín vika. Við vorum að halda upp á 30 ára afmæli Reykjavíkurlistans í gær í Ráðhúsinu með upprifun og ýmsu og ótrúlegt í raun að hugsa til þess hvað borgin hefur þróast og breyst á þessum tíma. Þórunn Sveinbjarnardóttir að skrifa það á miðopnu Moggans í morgun meðal annars. Þannig að það er að mörg að taka. Ég eiginlega hnippti í þig hér fyrir nokkrum vikum síðan þegar það gustaði mikið þig í tengslu við lóðamál, bensínstöðalóður og annað og það er mál sem að tengdi sig inn á Ríkisútvarpið og þar var allt vitlaust innan búðar og sér ekki fyrir endan á því öllu saman. Og mig langar aðeins til þess að taka þá umræðu við þig hér. Ég get svo sem ekki kannski varið miklu tíma í tæknilegar umræður þessar lóðir, en eitt af því sem að ég hef tekið eftir í þeim gögnum sem við höfum skoðað hér á Morgunblaðinu og fjallað það er að þessar lóðir sem að þið afhendið olíufélögunum eru af tvennum toga. Það er annars vegar lóðir sem að þessi fyrirtæki hafa samninga til langs tíma og þið tókuð ákvörðun að losa til þess að breyta borginni hraðar en ella hefði orðið. En í mörgum tilvikum eru þarna líka lóðir sem að voru með útrunna lóðaleigusamninga sem þýðir það einfaldlega að olíufélögin höfðu engan beina rétt eða kröfu til þess að reka sína starfsemi þar og þið gátuð á grundvelli dómafordæmis og þeirra löggjafar sem krafið þau að skila lóðunum, bara grófjöfnuðum og engum tönkum í jörðinni, en þess í stað fá þau þessar lóðir afhentar og geta búið sér til sennilega milljarða verðmæti úr þeim. Er þetta ekki rétt lýsing? Nei, ég myndi nú ekki segja að þetta veri rétt lýsing. Hvað er rangt í lýsingunni? Og þetta kannski
hluti af mikilvægur og spennandi umræðu hvernig sveitarfélög og Reykjavík í að standa málum gagnvart atvinnulífi en líka reyndar íbúum. Hvað rangt í lýsingunni? Varðandi lóðaleigusamninga. Já, það sem einhverjir hafa gefið sér í umræðunni að leysa úr læðingi milljarða verðmæti. Það deilir enginn það að þú skilgreinir byggingarétt á lóð og þá verða til verðmæti í byggingaréttinum. Og það eru byggingaréttir sem þið seljið dýrum dómum út borg og bí? Já, þegar við erum að útluta lóðum í fyrsta skipti þá seljum við lóð, ekki satt, og einhver kaupir lóðina. En hvað þýðir það að einhver kaupir lóð? Við látum í raun afnotarétt landsins af hendi og þú fær lóðaleigu samning lóðina. Og í þessum tilvikum erum við ekki að láta olíufélögin hafa lóðir sem þau hafa ekki haft áður. Við erum að fjalla lóðir sem að þau fengu útluta fyrir árum og reyndar í öllum tilvikum áratugum. Þannig að en samningarnir tóku enda? Já, eins og atvinnuhúsnæði samningar jafnar gera þegar liðin eru 50 ár. Og þetta gildir meira að minnum öll stór eða mjög mörg stór atvinnusvæði í borginni að þau eru komin á tíma og þá það þetta álitamál hvernig stendur borgin að. Og við höfum auðvitað verið í því stóra verkefni núna á undanförnum árum þegar við Jón Gnarr tökum við borginni 2010 þá fóru 10 íbúðir í byggingu á heilu ári. Strax eftir hrunið? Já, strax eftir hrunið. Það var sem bara botnfrosið og algjörlátiða og við þurftum að koma þess af stað húsnæðisbyggingum. Fyrst var nú mikið hlegið að mér því ég sagði að það vantaði íbúðir en á endanum voru nú flestir sammála það að það vantaði sérstaklega litlar og meðalstórar íbúðir og við fórum að kortleggja svæðin sem væru áhugaverð í því. Þar á meðal voru stór atvinnusvæði þar sem að ýmist voru hús á miklu stærri lóðum þar sem var hægt að byggja eða stór atvinnusvæði eins og í Vogabyggð og Ártúnshöfða og svo framvegis þar sem að við komum staðið að vera hagkvæmt að byggja. Og hvernig áttu nú að fara að því? Þar voru lóðaleigusamningar með mismunandi gildistíma, mismunandi ákvæði og það var sest yfir það og var heilmikil vinna að búa til aðferðafræði sem myndi tryggja jafnræði, sem myndi tryggja ákveðin hvata til þess að fara af stað en líka hagsmuni borgarinnar. Þannig að við samþykjum í hverju og einu tilviki þegar við förum í svona stóru umbreytingaverkefni, einhvern samningsramma og borgarráð fær tillögu að því frá okkar sérfræðingur, samningsramma fyrir viðkomandi svæði, hvaða leikreglur gilda og gilda þá fyrir alla. Og þetta hefur reynst vel, Vogabyggðin að byggjast, núna Ártúnshöfðin komin af stað. Það sem hefur helst verið umdeilt í þessu eins og þú þekkir að við sáum að ef við myndum ekki semja það sérstaklega, þá myndi í raun einkaaðilarnir fá ábatan af þessum aukna byggingarétti en við sitja eftir með allan innviðakostnaðinn. Þið sitjið uppi meðan varðandi þessar lóðir? Þannig að við skilgreindum... Menn borga bara gatnagerðargjöld af þessum lóðum sem að þið hafið afhent á lendingjald. Við skilgreindum reyndar býsna lágt, sérstakt byggingaréttargjald sem sumir á að kalla innviðagjald. Það er verið greið af því í Vogabyggðinni? Og sömdum það í þessum stóru samningum og 2014, skömmu eftir að ég tek við sem borgarstjóri, að þá í raun gerum við stefnu hvað gildi á öllum uppbyggingarsvæðum. En þessi meðferð sem og kemur þá að bensínstöðvarlóðunum. Já. Sem að fær aðra meðferð heldur að lóðirnar í Vogabyggð. Já, við skulum setja þetta í þetta stóra samhengi að við erum að stuðla því að 1000 íbúða byggist í Reykjavík á tilteknum leikreglum. Svo kemur að bensínstöðvarlóðunum. Þar var samþykkt svo snemma sem 2009 og þá Sjálfstæðisflokkur reyndar ennþá við stjórn í Reykjavík stefnum að fækka bensínstöðvum. Við erum með líklega flestar bensínstöðvar af öllum borgum. Allir sammála að það ekki mál að fækka þeim. Nákvæmlega. Og það eru á dýrmætum og verðmætum svæðum. Akkurat. Og við erum þarna stöndum með faðminn opinn að fara að umbreyta þeim. Setjum ákvæðum það inn í aðalskipulag sem samþykkt 2013 og gildi til 2030 og ekkert gerist.
þegar kemur að því að gera loftslagsáætlun fyrir Reykjavíkurborg 2016, Já, þá eru sem liðin 7 ár og ekkert hefur gerst. En þetta er annað máldagur. Já, býtu. Jú, vegna þess að það sem ég er að spyrja þig út í Já. eru lóðir sem að voru með útrunna leigusamninga. Já, við skulum koma að þeim. Já, við verðum að koma okkur að því núna, sko, því að Já. annars verðum við hér bara fram á laugardaginn. Já. En 2016 þá samþykkir sem öll borgarstjórn í loftslagsáætlun að skilgreina hvata til þess að bensínstöðum myndi fækka. En það þarf ekki hvata, lóðaleigusamningar eru útrunna. Já, samt hafði Þið getið sagt þeim að fara. Samt hafði ekkert gerst í 7 ár. Af því að þið sögðum ekki að fara. Þessar lóðir voru með útrunna samninga. Þið gátuð, samkvæmt dómafordæminu frá Höfn í Hornafirði, sem er mjög skýrt, og samkvæmt löggjöfinni sem að sá dómur byggði á, þið gátuð sagt við þessi félög, þið verðið að taka þessar bensínstöðvar af þessum lóðum, fjarlægja tankan úr jörðinni, skila lóðinni grófjafnari og þið geta boðið hana út og selt hana til hæstbjóðanda eins og þið gerið ástæðar annars staðar í borgarlandinu. Og það er það sem að fólk út borg og bí er að spurja sig að hvernig stóða því að borgin sem að er í mikilli fjárþörf þessar mundur og hefur verið lengi, af hverju afhendur hún olíufélagunum lóðir sem að hún gat fengið peninga fyrir? Það er vegna þess að þessi sömu prinsip gilda meira að minna á öllum atvinnusvæðunum okkar og það er í mjög mörgum tilvikum sem að gamli lóðaleigusamningar eru barn síns tíma og ef að við myndum innleiða þessa reglu gagnvart einum handhafa lóðaleigusamnings eins og olíufélagunum, þá myndi þetta líka gilda bakara. Þetta myndi líka gilda smíðaverkstæði, þetta myndi gilda skósmið og verslun og svo framvegis vegna þess að við erum skuldbundin, Stefán, til þess að við hafa jafnræði. En þið eru að tala gjörbreytingu á starfseminni, þar að segja að þarna eru bensínstöðvar, þið ætlið ekki að halda þeirri starfsemi áfram. Þetta myndi horfa ekki þar sem að samdist Þetta myndi horfa allt öðruvísi við, það myndi segja, við ætlum að láta ykkur hafa hér áframhaldandi lóðaleigusamning, eins og þið hafi gert reyndar í mörgum öðrum tilvikum á síðustu árum, í þrátt fyrir þessa loftslagsstefnu. Þá hafið þið lengt í eða framlengt þessa lóðaleigusamninga. Það er eðlilegt við þær aðstæður að atvinnureksturinn haldi áfram. En þarna eru fyrirtæki sem eru í algjörlega óskyldu rekstri, allt í norðum fasteignafélög, sitja á byggingarétti sem er milljarða virði, er að færa þessa milljarða verðmæti á milli félaga, seljanduðu út úr eigin félögum og yfir í önnur og hvað innan það er. Og þess vegna spyr fólk, hvernig gátu það verið hagsmunir borgarbúa sem að þú er kosin til þess að standa vörðum? Hvernig voru hagsmunirnir tryggðir með því að láta olíufélögin, þessi milljarða fyrirtæki, hafa þessar lóðir án endurgjalds þegar að þið gátu seltar hæstbjóðandi og fengið út úr því og eðlilega miðað við dómafordæmið frá Höfn fjármuni til reksturs eða niðurgreiðslu skulda? Í fyrsta lagi hefum við þurft að taka upp sama vinnulag gagnvart öðrum í sömu stöðu. Við þurfum sem stjórnvald að gæta jafnræðis. Í öðru lagi var það mat okkar sérfræðinga og reyndar borgarráðsals sem allt samþykti þessa aðferðafræði og fagnaðinni reyndar alveg sérstaklega að það ætla að bíða eftir að allir samningarnir myndi renna út og fara þá í einhverja svona aðgerðir eða málaferli, það myndi tefja þetta ár Samningarnir eru útrunnir. Og áratugi. Samningarnir eru útrunnir. Nokkrir samningar eru útrunnir og það gildir mjög víða í borginni að samningar kannski fyrir bakari og bifreiða vest og annað slíkt og það er svo mikið. Þá þær lóðir sem að ennþá voru samningar. Hefðu ekki olíufélögin sem að sjá að allir þá hefði ekki samist. Þá hefði ekki samist. Samist ef að þar eru milljarða hagsmunir undir að breyta þessu í íbúðarlóðir. Það er ofreikna, Stefán, og það er bara hluta umræðinu ef menn ofreikna og að þá sjá þeir ofsjónum með mjög miklum hagnaði en þegar raunverulegu byggingaréttur og raunverulega tölur eru skoðaðar, sá kostnaðar sem að lóða hafin, í þessu tilviki olíufélögin þurfa að leggja í, að þá er hagnaði, það er plús. Þess vegna fara það af stað, en hann verður ekki, Stefán. Þau verða að leggja í kostnaðin óháð því hvort þau fá byggingaréttin eða ekki. Dæmið frá Höfn í Hornafirði, sem er alveg skýrt, er þannig að þegar að lóðaleigusamningurinn renn og enda, þá berðin samkvæmt samningunum að fjarlægja þessa atvinnustarfsemi. Dómurinn í Höfn fjallaði skúr sem frá upphafi var hugsaður til bráðabirgða. Það er sömu ákvæði í samningunum. Já, en við getum ekki. Þegar við erum að stýra borg og þróa borg, umgengist þetta þannig að við gefum þá út að allir lóðaleigusamningar sem eru útrunnir að borgin ætla að kaupa upp eða leysa til sín það án þess að það hafi gríðarlegar afleiðingar.
Það hefði gríðarlegar Það er afleiðingar. engar afleiðingar þegar þið segir hér ættum Það við að hefur gera, verðum að gríðarlegar gera afleiðingar. breytingar Leið mér að á taka grundvelli bara dæmi. skipulagsmála. Leið mér að taka dæmi. Bakari sem kaupir lóð fyrir 50 árum, byggir upp sinn rekstur, kannski áfangum yfir langan tíma og fjölskyldunar öll í þessu og setur allt sitt í þetta. Prinsipið sem að þú ert að tala fyrir núna. Þetta er algjörlega ósambærilegt mál. Nei, Jú. nei, þetta er nefnilega nákvæmlega Nei, þetta sömu er lóðalegu ósambærilegt. samningarnir og gilda fyrir óboðslega mörg fyrirtæki í borginni og þú ert að gefa til kynna og sjálfstæðisflokkurinn í borginni hefur sveiflast í 180 gráður í þessu að skilaboð sveitafélag segja vera það að ef að það er ekki önnur ákvæði í samningnum bakaríð heldur en að hann eigi að hafa sig á brott, að þá eigi það að vera hinn nýja stefna borgarinnar. Bakaríð yrði gjaldþrota, fjölskyldan eignalaus og líka bifreiðaverkstæði sem er sambærilegan, verslunin sem er sambærilegan samning og það hefur einfallega verið þannig í borgarstjórn hingað til, fyrir utan þetta upphlaup sem að ég held að sé ekki alveg að marka, að við höfum öll átt á okkur á því. Fólk sér ofsjónum yfir því þegar að þessi milljarða fyrirtæki fá byggingarétti sem að önnur fyrirtæki. Þið hafi verið að reyna að selja stóra lóð í rætur Öskjuhlíða fyrir 700-800 milljónir. Gengið illa reyndar. Það varpar ljósi á það er svo mikil pólitísk freisting. Hvers konar risahagsmunir eru þarna undir? Vegna þess að olíufélögin er ekki vinsæl. Það er ofboðsleg pólitísk freisting. Af hverju þau ekki vinsæl? Út af olíusamráðsmálinu á sínum tíma. Nei, þetta er bara stórfyrirtæki sem að þúsundir manna eiga hlutabréf í og margir eru að hagnast á þessum. Og það er líka freisting fyrir þig sem krítiska blaðamenn ætla að tala um þetta eins og borginni sé stætt á því að taka bensinstöðvalóðir og olíufélögin einhverjum öðrum tökum heldur en atvinnulífið almennt. Þannig getum við ekki stýrt borg, þannig getum við ekki þróað hana og það sem er alltaf sleppt í umræðunni er hinn skýri og klári ábati, líka fjárhagslega ábati sem að borgin hefur af því að flýta uppbyggingu á þessum lóðum. Þú segir að þetta sé það er fyrsta lagi skipulagslegur ábati. Þú segir að þetta sé pólitísk freisting. En það sem ég er að velta fyrir mér og hefur það að skoða hér á umliðnum misserum, það er ákveðið munstur, gagnvart ákveðnum aðlum innan borgarlandsins. Það sem að eignir eða verðmæti eru afhent án eðlilegs endurgjalds. Og þú segir að þetta sé pólitísk freisting. Nú ætla ég að vitna hér í annað mál sem að tengist reyndar... Klárum aðeins þetta. Þú getur nefnilega ekki lagt að jöfnu endurnýjun á lóðaleigusamningi þar sem fyrirtæki hefur verið með rekstur, bakari eða hvað annað, verslun í 50 ár og úthlutun á nýjum svæðum. Þú getur borið það saman vegna þess að samningurinn segir þetta. Þú hefur leigu... Nei, við getum ekki. Jú, menn gera þetta um landið. Þú myndir framkalla slíkt uppnám við sölu fyrirtækja vegna þess... Það gerðist ekki með dómnum í Höfn í Hornafirði. En það hefur ekkert sveitafélag hegða sér eins og dómurinn gæti gefið til kynna eðlilegt sé. Dómurinn er skýr. Ef að, segjum að bæjarstjórinn í Kópavogi myndi hegða sér svona gagnvart smiðjuhverfinu eða nýbílaveginu. Fyrirtækin sem eru á gömlum samningum sem eru ekki með uppkaupsákvæði eru þau verðlaus yfir nótt. Þú ert að meina að borgin hafi ekki skipulagsvald. Hér eru bara bensínstöðvar sem að menn ákveða ekki ákveðin tíma. Það er ekki spurning það, en við getum ekki umgengist lóðalegu samninga atvinnuhúsnæði eins og það sé hægt að búa til eina reglu fyrir eina tegund atvinnustarfsemi og aðra reglu fyrir aðra atvinnustarfsemi. Við þurfum einfaldlega að horfa til augu við það að mjög margir lóðalegu samningar að renna út eða runnir út. Þeir eru með ýmsum ákvæðum sem eru barn síns tíma. Stór hluti af íbúðarhverfunum í Reykjavík eru með ófullkomna lóðalegu samninga. Við erum ósammála þetta. Og við getum ekki, við hljótum að vera sammála það að við getum ekki stýrt borg og gefið út þau skilaboð ef að lóðalegu samningurinn þinn rennur út sem hann gerir eftir 75 ár og það er ekki uppkaupsákvæði, þá sé eðlilegt að sjálfstæðisflokkurinn í borginni hafi þá skoðun að þú að rífa húsið þitt og færa þig. Samningar skulu standa.
og það sem stendur í samningum er það sem gildir. Jafnvel þó að sé hægt að lesa þetta út úr samningnum að fyrirtæki eigi bara að pakka saman, bera allan kostnaðinn af því að íbúar sem búi í húsum eigi bara að pakka saman. Dómstólar eru búin að úrskurða þetta. Það sem ég ætla núna að fá Þannig að ef að Sjálfstæðisflokkurinn kemst að og þessar upphlaupsyfirlýsingar standa að þá megi íbúar eiga von á því að hann nýti sér lóðalegu samninga. Þetta er algjörlega nálgun á mál. Nei, þú ert að segja Nú ætla ég að vísa í ríkisendurskoðun. Nú ætla ég að vísa í ríkisendurskoðun. Stefán, þú ert núna að horfa á eitt samning kofa á Höfn í Hornafirði. Þú ert að heimfæra þig yfir á alla lóðalegu samningi í Reykjavík og þú ert að halda þig fram að það hafi ekki afleiðingar ef að flokkurinn eins og Sjálfstæðisflokkurinn ætlar að beita lóðalegu samningum sem eru ófullkomnir frá gamalli tíð til að setja fullt af fólki og fyrirtækjum á hausinn. Það er enginn að Þú ert að boða þetta og þetta gagnrýna mig fyrir að gera þetta ekki. Þú ert að gagnrýna mig fyrir að gera þetta ekki. Og þú ert hér með fullyrðingar það að menn ætla að gera eitthvað sem enginn hefur talað þannig að það er ekki rétt. Nú ætla ég hins vegar. Þar erum við sammála vegna þess að ég held að það sé bara. Nei, þú vilt ekki hleypa mér ég vil gjarnan hleypa mér áfram. Ég vil bara að við skiljum, við ætlum ekki að skilja þetta, þennan populisma eftir ósvaraðan. Það er ekki hægt að stjórna borg svona. Ok, þetta er populismi. En þá ætla ég að fá að vísa hér í ríkisendurskoðun. Það er annað dæmi. Það varðar reyndar ríkisútvarpið og ríkissjónvarpið og þá ágætu stofnun. Þið afhentuð og tókuð þátt í því að breyta skipulagi á lóð upp í Efstaleiti sem að færði ríkisútvarpinu 1,5 milljarð í tekjur. Ríkisendurskoðun sendi frá sér skýrslu árið 2019 þar sem þeir fóru yfir þetta. Ég ætla að fá að vitna í þessa skýrslu hér. Þegar litið til framangreins er athyglisvert að árið 2015 hafi Reykjavíkurborg gengið til áðurnefnds samnings við RÚV lóðaréttindi og byggingarétt á lóðinni við Efstaleiti án þess að gera kröfu þátttöku í stofnkostnaði innviða og því að gera lóðina byggingarhæfa. Einnig vekur athygli hversu lítill hluti afraksturs þessa samnings kom í hlut borgarinnar. Ríkisendurskoðandi leggur ekki mat á það hvort hér sé reynd opinbera aðstoð að ræða, þó er víst að bæði ríki og borg framseldu umtalsverð verðmæti til ógjaldfærs opinbers hlutafélags til að hægt að lækka skuldir þess. Þú hefur fullyrt hér, allavega þrisvar í þættinum nú þegar, að þið hafi gett jafnræðis milli aðila og að þetta séu ósanngjarnar yfirlýsingar varðandi lóðirnar hjá olíufélagunum. Hér er ríkisendurskoðun sem er hvorki Sjálfstæðisflokkurinn né Stefán Einar í spursmálum að benda á það að þið hafið afhent verðmæti til ríkissjónvarpsins á undirverði. Að þið hafið ekki fengið sanngjarnt endurgjald fyrir þessar lóðir í þessum samningum sem þið gerðuð. Já, það hefði verið gott ef að Ríkisendurskoðun hefði leitað til okkur á sínum tíma eftir gögnum málsins. Þannig að eru þeir að fara villur vega alveg svo borgarstjórnarflokkur? Að vissu leyti má segja það vegna þess að 20 árum tæpum áður en þetta var gert, að þá leysti borgin til sín nyrsta hluta ríkisútvarpslóðarinnar. Þessi nú er lögfræðistofa, heilsugæsla og svo framvegis. Þá var gerður samningur það að ríkisútvarpið afsalaði þessum gæðum með ákvæðum að borgin gæti ekki gert neitt frekara tilkall til lóða ríkisútvarpsins. Þannig að því leyti var upphafstaðan í þessum samningum ólík öllu öðru, af því að þessi sérstaki samningur var til. Ríkisútvarpslóðin var hins vegar ein af þeim lóðum sem ég skrifaði bréf til Bjarna Benediktssonar og hvatti ríkið til að leggja undir húsnæðisuppbyggingu 2013. Og það hefur gengið allt og seint satt að segja nema í þessu undantekningatilviki að RÚV og útvarpsstjóri þá sá í þessu tækifæri fyrir útvarpið og gekk til samninga á þeim nótum sem við höfum verið með við aðra með þó þessari breytingu sem átti rætur í þessum samningi frá 98 eða 99. Þeir fengu 1.500 milljónir út úr þessu. Já. Og þið gáfuð eftir verðmæti á móti. Af hverju er borgin í þessu dæmi eins og í tilviki olíufélagana að gefa eftir verðmæti sem að borgarbúar eiga heimtingu á að fara bara einfaldlega inn í borgarsjóð? Þarna vantar í fyrsta lagi inn í söguna að RÚV tók að sér að gera lóðina byggingarhæfa. Það kostaði RÚV 600 milljónir og það kemur reyndar fram í þessari skýrslu Ríkisendurskoðunar. En þetta er svo fínt dæmi það af hverju borgin hefur hagsmuni að flýta uppbyggingu á svona reit. Hún gerði sem sagt mikið hraðar en annars. Við reyndar sömdum til okkar 20% af byggingaréttinum. Hann seldist af okkar hálfu fyrir að núverðum 400 milljónir króna
og það að þarna hafi byggst 340 íbúðir með þeim útsvarsgreiðendum sem að þarna fluttu inn þýðir að við fáum milli 400 og 500 milljónir bara við meðaltali við borgina af útsvarstekjum á hverju ári í kassan fyrir utan tæpar 50 milljónir í fasteignagjöld, þannig að fyrir hvert og eitt ár sem að við flýtum þessari uppbyggingu sem annars hefði ekki verið fyrir en kannski 2040. Ríkissjónvarpið hefði að taksmuna því að fara í þessu uppbyggingu þó þeir hefði ekki fengið 1500 milljónir í lommen. Við fáum 500 milljónir á ári. Ef við flýtum því um 10 ár, þá fáum við 5 milljarða. Það ekkert sem segir, það ekkert sem að bendi til þess að ríkissjónvarpið hefði ekki ráðist í þessa framkvæmdir þó þeir hefðu ekki fengið lóðina gefins. Já, hvers vegna hefur ríkið þá ekki tekið útrétta samvinnuhönd okkar vegna þess að ég sendi líka bréf Laugarnesi þar sem Listaháskólinn hefur verið, ég sendi Keldnalandið, ég sendi Ánanaustreitin. Þessi reitir hafa allir tafist og ef þú horfir á reiknistæmið þá eru sem sagt mjög miklir fjárhagslegir hagsmunir fyrir borgina að flýta þessar uppbyggingu, þá líka við bensinstöðvarlóðirnar, þar eru sambærilegir útreikningar til, en þetta er líka svo mikið almannahagsmunamál að ríkið liggi ekki á landi á frábærum stað. Það ekkert sem bendir til þess að þeir myndu liggja á landinu þó að þeir fengið rétt afgjald. Já, ég hef nú bara verið að nudda í þeim árum saman varandi ýmsa reiti og það var nú gengið svona og svona. Ríkisútvarpið var orðið ógjaldfært á þessum tíma, þeir þurftu að fá peninga í kassan. Þannig að þetta er bara aðgerð til þess að bjarga fjárhag Ríkisútvarpsins. Ég held að það hafi bara verið jákvæð hliðaráhrif að Ríkisútvarpið... Það er meira jákvæð hliðaráhrif. Þeir ráðast í þessa aðgerð. Af hverju er það neikvætt að Ríkisútvarpið hafi í raun fengið eitthvað í sinn hlut út af þessu? Það er ekki neikvætt. Málið er það fyrir borgina. Við fengum frábærar íbúðir. Borgarbúar spurja sig eins og það. Af hverju á það vera á kostnað okkar? Það er ekki á kostnað okkar. Jú, það er á kostnað þeirra. Nei, við fáum gatnagerðargjöld, við fáum útsvar, sem þið hefðu líka fengið þó að þeir hefðu ekki fengið 1,5 milljarð. Alls ekki. Nei, vegna þess að Ríkisútvarpið út af samningnum frá 99. Þú segir alltaf að borgin fær ekki neitt nema við göngum að afarkostum olíufélagana eða göngum að afarkostum ríkisútvarpsins. Olíufélagin geta rekið bensinstöðvar mjög lengi. Ekki á lóðum þar sem lóðasamningurinn er útrunninn. Jú, vegna þess að hann endurnýjar sjálfkrafa og þarf þá að segja upp og fyrir dómi yrði látið á það reyna hvort að þau hafi notið jafnræðis við aðra sambærilega lóðir sem skipta hundruðum í borginni og mér hefur fundist pólitíkin í þessum málum falla í þá freistni. Þetta er Ríkisendurskoðun að tala um þetta hér, þeir eru ekki pólitík. Nei, en ég var að fara yfir hvaða ábata borgin hefur af því að það byggist upp á rúfreitnum. Þú fullir að borgin fái ekki neitt ábata nema þú gefur í sífellu eftir verðmætum. Mér langar til að nefna hér þriðja dæmi úr annarri átt. Við deilum þeim verðmætum sem verða þarna til og greiningar okkar sína að þegar við þéttum byggð þá er vissulega ákveðin innviðakostnaður sem fellur á borgina. Það er 4 milljónir á hverja íbúð. Ef við þenjum út byrðina, þá er 24 milljónir í innviðakostnaður sem fellur á borgina. Þannig að fjárhagslegir hagsmunir okkar, Stefán, af því að fara í svona verkefni eins og Rúfreit eru gríðarlega miklir fyrir utan samgönguhagsmunna, umferðina, fyrir utan umhverfið. Nú ætla ég að ræða við þig annað dæmi sem að kemur annar átt en var það líka afhending og eigna á undirverði. Fyrirtæki GN Studio sem er í eigu Baltasar Kormáks, hann keypti af ykkur lóðir undir 25.000 fermetra af íbúðarhúsnæði og 4.000 fermetra af atvinnuhúsnæði og þetta er árið 2016 og þeir borguðu 1,6 milljarða fyrir þessi verðmæti. Þið fengu 2 fasteignasala til þess að meta þessi verðmæti. Þið buðuðu þetta ekki út, það var engin annar sem komst að samningaborðinu. Þið fengu 2 fasteignasala til að meta þetta og sá sem að nefndi lægri upphæðina, sú upphæð var tekin og pluss 10% afsláttur þar ofan á. Hinn fasteignasalinn, það munar 27% á því. Þetta er enn eitt dæmi þar sem að þú myndu væntanlega segja að þetta byggist hraðar upp ef þú semur við Baltasar Kormák. En af hverju ósköpunum þurfti borgin að afhenda þessar eignir á þessu undirverði þegar ljóst er að þetta félag og umsvifin í kringum framkvæmdir á þessum lóðum er að fara að skila ábata upp á milljarða ofan.
Gufunesið er frábært dæmi. Þar var áburðarverksmiðja sem borgin keypti fyrir áratugum. Og þegar við tökum við að þá hafði staðan verið svo árum saman, alveg hárrétt. Við fórum ekki bara í viðræð við einn aðila, við efndum til stefnumörkunar með aðkomu minnihluta og meirihluta og ég þekki þetta býsna vel að því ég leiddi þá vinnu sjálfur og fulltrúum úr Grafarvogi, fulltrúum hverfisins, þar sem við fórum yfir það hvaða framtíðarsýn væri mest spennandi fyrir Gufunesið. Af hverju fengum menn þennan gífurlega afslátt? Og við auglýstum eftir hugmyndum, fengum inn ýmsar hugmyndir, 2 voru hlutskarpastar, annars vegar hópur sem að þekkti Gufunesið vel og var að hugsa að gera þarna spa og hótel og eitthvað slíkt og síðan þessi hugmyndum kvikmyndaþorp. Og það var einróma niðurstaða þeirra sem kom að þessu, þvert á pólitíkina og með þátttöku hverfisins, að þorpskapandi greina væri áhugaverðast þarna. Síðan, og þannig að það var gengið til samninga þar og ákveðið að miða við Lægra verðmætið? Matsverð fasteignasala í samræmi við leikreglurnar. Það voru 2 verðmæt. Já. Þið miðuð við lægra verðmætið og gáfu 10% afslátt. Eins og verðmætið sérstaklega fyrir atvinnuhúsnæði ber með sér, var þetta mikla verðminna svæði og við þessar aðstæðu var talið að þetta svo áhætt að vera fyrst inn á svæði og svo framvegis réttlæti þennan samning. Hann var lagður svona fyrir borgarráð og samþykktur þar. Könnuðu þið möguleika á einhver annar mynd vilja kaupa þetta fullu verði? Fordæmið var frá Danmörku. En könnuðu þið hvort að einhver annar Nei, þetta var ferillinn. Það fengu allir að setja fram sínar hugmyndir og svo var miðað við verðmat fasteignasala. Það hefðu kannski fleiri vilja koma að borðinu vitandi að þetta væri verðið. Fordæmið var frá Kaupmannahöfn þar sem að Dönum hafði tekist að byggja upp alveg framúrskarandi kvikmyndaiðnað, meðal annars á grundvelli fyrirtæki sem heitir Centropa og var svona kjarninn í því. Það var í gamalli herstöð. En þetta er ekki jafnræði. Þú segir að jafnræði skipti máli hjá borgurunum. Já, sem að Kaupmannahöfn seldi fyrir 1 krónu. Þetta er ekki fyrir jafnræði. 1 krónu. Það sem að Kaupmannahöfn var að hugsa með þessu var að tilkoma kvikmyndagerðar þarna myndi hita allt svæðið upp og skapa borginni mjög mikil verðmæti. Þetta er allt önnur umræða. Þetta snýst jafnræði borgarana að verðmætum sem að þú ert að afhenda ríkissjónvarpinu, olíufélögunum og Baltasar Kormáki. Af hverju hafa borgararnir ekki sama aðgengi og þessir aðlar þessu verðmætum sem eru að fara á undirverði samkvæmt ríkisendurskoðanda, samkvæmt fasteignasala og samkvæmt stóru hluta borgarstjórnar? Það höfðu allir aðgengi að ferlinu varðandi Gufunes, gátu sent inn þar hugmyndir og svo var svo voru samningarnir byggðir á verðmæti fasteignasala. Það hefðu miklu fleiri sent inn tillögur eða þeir hefðu vitað að þeir myndu fá 27% afsláttur á verðmætinu. Nei, það gátu allir sent inn og sumir gerði það. Og þetta var valið út frá sýn okkar og hverfisins á hvernig atvinnulífið viljum að þróist í borginni. En verðið á verðmætunum sem þið afhendið skiptir máli? Já, það skiptir máli og við gengum ekki eins langt á Kaupmannahöfn. Við byggðum á verðgildi fasteignasala en vorum þess auðvitað meðvituð að þetta væri áhættusamt að vera þarna frumkvöðull og fyrstur inn á svæði sem býsna einhvern veginn illa leikið eftir ábyrgðarverksmiðjuna og þetta tekur allt tíma. En reynslan hefur sýnt og seinni verðmöt að nákvæmlega svo í Kaupmannahöfn þá tókst okkur með þessu að gera verðgildi allra okkar eign á svæðinu og svæðisins í heild miklu meira fyrir borgarsjóð og borgina fyrir utan hvað það er okkur verðmætt að hafa blómlegt atvinnulíf, meðal annars skapandi greinar, annars svona dæmi sem sem heldur á verðmætunum eru þetta líka hagnast gríðarlega á því. Sá sem að þú gerst samninga við á þessum afsláttum stendur uppi með slík verðmæti að fólki sundlar yfir því? Ég held að þau verðmæti hafi fyrst og fremst farið í að byggja upp innviði fyrir kvikmyndagerð og það kann vel að vera það er samt sem aður eign fyrirtækisins. En borgir beita aðferðum til þess að þróa atvinnulífi, til þess að vera samkeppnishæfari og til þess að
geta boðið íbúum sínum meiri lífsgæði Til og dæmis betri laun. Til dæmis að taka til sín lóðir sem eru með útrunna lóðalegu samninga hjá olíufélögum. Nei, það væri mikil skammsýni að gera það Eitt sem að mig vegna langar til að þess nefna. að ef þú ætlar að heimfara það yfir á öll fyrirtækin í borginni sem eru líka með útrunna lóðalegu samninga, þá myndir einfallega hleypa fjármögnun fyrirtækja, kaup og sölu á fyrirtækjum í algjört uppnám og það myndi enginn gera slíkt að yfirveguðu ráði þó ég skilji alveg pólitísku freistinguna hjá þér og Sjálfstæðisflokknum í borginni. Hjá ríkisendurskoðanda? Þetta er mjög pólitískt ofna ríkisendurskoðun. Nei, ég er bara að segja að ef að ríkisendurskoðun hefði skoðað samningin frá 99 rúfreitin, hefði skoðað ábata borgarina af þessu, Herðu, eitt sem að mig langar til þá að hefði þau séð að við fáum yfir tíma milljarða út úr þessu, við fáum frábært hverfi og rúf og verktækin báru kostnað, já, stundum er það nefnilega þannig að allir geta grætt og þétting byggðar er frábært dæmi það. Eitt dæmi sem að mér langar til að nefna í sambandi við það, að því að þetta er í samhengi við skuldir borgarinnar. Skuldir borgarinnar hafa á 4 árum vaxið 60%, þá er ég að tala A-hlutan. Við vorum að fá núna 3 mánaða uppgjör fyrir borgina, þið gerir ráð fyrir að borgin er rekið með 2 milljarða halla, hún er rekið með ríflega 3 milljarða halla. Þið eru með alla yfirdrætti í bankakerfinu í hámarki, skuldabréfa útboðin sem þið ráðust í, sem ég fylgist mjög náið með, þau eru í algjörum ólestri og það er ekki hægt að orða það neitt öðruvísi. Þið eru hægt að geta sótt fé á skuldabréfamarkaði hér heima. Þið hafið í því skyni núna leitað til Þróunarbanka Evrópuráðsins og fenguð mjög myndarlegt lán upp á 100 milljónir evra, 15 milljarða króna, sem að sagt er að þið ætlið að nýta til þess að endurbæta skólahúsnæði og það er reynda misvísandi yfirlýsingar frá bankanum og ykkur það í hvað þessi peningar eiga að fara, látum það líka milli hluta. Það er eitt dæmi varðandi þetta sem að mig langar til að spyrja þig út í að því að þú gjörð ekki þessi mál. Endurskoðunarnefnd borgarinnar, þar sem meðal annars sitja trúnaðarmenn þínir. Þeir hafa núna sent frá sér bókun og velta fyrir sér af hverju þið ráðist í erlenda lántöku í stað innlendra lántöku og hvaða varnir borgin hafi ráðist í að setja upp vegna gengisáhættu, því að borgin hefur engar tekjur í evrum og við vitum það evran getur sveiflast upp og niður og margt sem bendir til þess að krónan muni gefa eftir á komandi mánuðum vegna veikari ferðaþjónustu, loðnupress og annars í þeim dúr. Já, stuttasvari varðandi skuldabréfamarkaðinn hér heima er auðvitað að á meðan ríkissjóður sem er svona kannski fremstur í röðinu skuldabréfamarkaði er í svona mikilli fjármögnunarþörf að þá verða kjörin ekki góð og vextir og verðbólga einfaldlega þýða það. Þannig að við höfum á undanförnum misserum verið að leita fjölbreyttari lántöku, bæði beint við bankakerfið og það er nú rangnefni að tala um það sem yfirdrætti, við notum fyrst og fremst yfirdrátt ef að skilin á útsvarinu frá ríkinu og launagreiðslurnar haldast ekki alveg hendi bara innan dagsins eða slíkt. Þetta ber yfirdráttarvexti. Já, varðandi 12%. Varðandi varðandi evrulánið að þá erum við þar að sækja í hagstæðkjör og hafandi reynsluna bara úr hruninu og ýmsu slíku þegar fólk var ekki með nógu mikla áhættuvitund að þá unnum við sérstakt áhættumat og kortluðum hvaða gengisvarnir væri í boði og svo þurfum við að velja leið í því. Þannig að þið eigið eftir að kaupa gengisvarnir á móti þessu? Við gerum ráð fyrir því, hugsanlega ekki 100% vegna þess að þá ert að verja mjög miklu fé í það en bara í takt við þetta, við einfallega lögðum þetta upp frá upphafi og ég sé að ríkið er líka að taka lán úr sömu átt, þetta er einfallega mjög hagstæð lán en stóra málið er að ná niður verðbólgu og vöxtum í þessu landi. Það er spennandi verkefni. Þú ert á leiðinni í landsmálin þegar að kosið verður næst, er það ekki? Það liggur ekkert fyrir það. Ég hef ekkert útilokað það, ég hef heldur ekkert gefið út það. Hefur ekki áhuga á að leiða annan listan í Reykjavík? Er það ekki borðleggjandi, svo ég tali svona verktísku? Ég hef ekkert gefið út það og finnst það bara ótímabært og við skulum bara sjá til þegar þar að kemur hvernig þetta leggst. Mér liggur ekkert á að gera það neitt upp fyrir mig, en ég auðvitað fæ hvatningar við það, en það er alltaf mál. Ertu sammála formanni Samfylkingarinnar í stórum málum, nefni útlendingamálin sem dæmi? Mér finnst Kristrún hafa komið bara eins og ferskur vindur inn í landsmálin og tala skýrt forgang
fyrir heilbrigðismálin í næstu kosningum. En útlendingamálin, innflytjenda og hælisleitendamálin. Ertu sammálinni í þeim efnum? Mér fannst hún bara benda á þar hluti sem að allir hafa verið sammála lengi. Að það sé illa gert gagnvart þeim sem að sækja að vera mjög lengi á þess að fá svör. Þau með ekki vinna og þetta bara, þannig að margt sem að þarna má laga. Og aðrir hafa lagt einstakar setningar út og ég ætla ekki að fara að elta þá umræðu. Samfylkingin hefur alveg skýra sýn í þessum málum. Hvenær myndu gefa út hvort þú ætlar að taka landsmálinn í fangið? Bara þegar það kemur og þegar það tímabært og ég er búinn að gera það fyrir mig. Þakka kærlega fyrir konan dagur. Það voru óteljandi mál sem að mér langar til að fara yfir. Ég verði eiginlega að fá að bjóða þér eitthvað til mín bara strax í ágúst. Já, við ætlum að auglýsa þessa góðu bók, Nýju Reykjavík, og ætlum að tala stóru myndinni í skipulags- og samgöngumál. Talandi góðu hvatara, við höfum hvatað til þess að koma og kynna þessa bók betur hér á hausti komanda. Gerum það. Þá ekki meira á vettvangi þessa óskaplega langa spursmálaþáttar þessarar viku. Það nú sem betur fer frídagur á mánudaginn, þannig að þið hafið góðan tíma til þess að fara í gegnum allt þetta góða efni frá okkur. Ég óska Íslendingum öllum til hamingju með 80 ára afmæli lýðveldisins okkar á mánudag. Sjáumst til.